Og áfram flýgur föstudagsþátturinn og það bara bókstaflega, við hefjum okkur til flugs, förum suður yfir heiðar og lendum í Borgarleikhúsinu þar sem að við hittum fyrir 2 glöðustu hunda í heimi, þó þeir séu í óskilum. Sælir félagar, gaman að sjá ykkur. Sæll. Borgarleikhúsið, af hverju eru þið þarna núna? Já, við erum að setja á Njálu á fjalirnar, núna 15. nóvember. Njála á Hundavaði. Njála á Hundavaði? Já. Ég skil. Mörður hét Maður og var kallaður Gíja. Hvor ykkar er hann? Já. Hvorugur? Já. Við erum ekki búin að ákveða það. Við erum ekki búin að ákveða það? Ok, það er nógu tími. Hvenær er það frumsýna? Við erum Já. Við þurfum að svona skauta yfir Njálu náttúrulega. Það eru 650 persónur, sko. Já. Sumir fá bara, sko, þetta er frásagnarleikhús, sko, við leikum ekki alveg alla karakterina, en svona, við leikum ansi marga með hvað við erum fáir. Já, þið eru svolítið sjaldgæfir. Já, við erum, já, það má segja það. Vandamál er að við erum bara 2. Já, ég skil. Sko, það er allt og margir í bókinni. Ófarlega margar personur. Þetta var yfirsjón höfundar. Nú er skemmst að minnast þeirra dásamlegu sýningar Konur, sem var stórkostleg. Eru það topp ykkur núna? Algjörlega. Algjörlega? Já. Frábært. Þetta er stórkostlega þessa sýning sem að Hundur í óskilum hefur komið fram að þessu. Það sjálfsögðu. Og bæði sko, að efni og umfangi. Já. Og gæðum. Það er mikið að búningu. Já. Það er svolítið að lögum. Já. Það er mikið texti og margar persónur. Já. Þetta er ekki auðvelt. Nei, þetta er auðvitað Njála. Við erum að ráðast á garðinn þar sem hann er hæstur og stökkum hæð okkar yfir hann eins og ekkert sé. Sjálfsögðu og í fullum herklæðum. Nú er hérna, nú eigið mikið af dásamlegum lögum sem má ég giska á að Gunnarshólmi komið við sögu? Já, no comment. No comment þarna. Þú ættir ekki að spyrja þessu. Ég átti ekki að spyrja þessu. Jæja. En fulltingis hvaða ágæta listafólks njótiði við þessa uppsýningu? Hverjir eru svona ykkar helstu haukar í hópnum? Já, það er náttúrulega Ágústa Skúladóttir, leikstjóri. Sem að hefur nú leikstýrt okkur nokkur sinnum áður. Já, og lærir ekki á reynslunni, kemur alltaf aftur. Kemur alltaf aftur. Já, en hún fer alltaf, dregur okkur alltaf lengra og lengra út úr þægindarammanum sem er bara að segja sögur og spila tónlist. Svo er það Þórunn María Jónsdóttir sem er með leikmynd og búninga. Alveg frábær. Já. Og þetta er búningadrama. Við höfum aldrei verið með eins mikið umleikis í búningum og leikmynd, eins og núna. Ég skil, og hárkolludrama líka. Mikið, já. Mikið hárkolludrama. Ég held að ég geti nú tala bara fyrir hönd þjóðarinnar allrar, svo ég noti nú sömu hóvarð og þið þegar ég segi að við hlökkum óskaplega mikið til að sjá afraksturinn. En þið ætlið að flytja okkur smá tónlistaratriði úr sýningunni. Hvað er það sem þið ætlið að flytja fyrir okkur? Já, við ætlum bara að flytja svona upphafslag sýningarinnar sem heitir einfaldlega Njáls brenna. Dásamlegt. Það er ekkert verið að tala af sér. Þetta endar auðvitað allt í brennu. Það vita allir og við þurfum ekkert að... Nei, það vita svona flestir hvernig þetta endar. Við erum ekki að spoilera. En elsku félagar, kærar þakkir fyrir spjallið, poi og við fáum að njóta upphafslagsins úr Njálssaga á Hundavaði, eða Njála á Hundavaði. Bam 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 bam. Nú brennur Bergþórshvoll, nú líka loft af eldi, Bergþóra og Njáll
liggja undir feldi og hún vill ekki út. Hún var gefin Njáli, allt í björtu báli. Nár var þá Njáll, Nár var Bergþóra, hálft eins og áll, útskaug kárum ljóra, brunninn Grímur höggvinn Helgi og Héðinn ekki í lagi og glotti fire. Endar svo mál með allt í voli Bergþóru og Njál á Bergþórshvoli og svo var skrifuð bók þessa meðferð mála og það Njála, Njála, Njála.